Í þessu myndbandi ætla ég að fjalla nánari leit í kerfinu. Því að eins og ég sagði í öðru myndbandi að þá leitin hérna í efsta leitaglugganum, hún leitar í hverjum einasta reit, öllum skráningarreitum, allstaðar. Og þess vegna getur maður oft fengið mjög mikið af leitarniðurstöðum, eins og ef við prófum hérna að setja inn leitarorðið kona. Hér ég með mig stilta inn á Borgarsögusafnið, þannig ég bara að leita að konu innan Borgarsögusafns, en hér fæ ég upp allskyns muni, ljósmyndir og hvað sem það á safninu, þar sem að kona kemur einhvers staðar fyrir, hvort sem það í lýsingu eða inn í einhverjum reit, athugasemd eða efnisorði. Þannig að þessi leit mjög góð en gefur mann ekki endilega nógu nánar leitaniðurstöður. Þannig að nánari leitin mjög sniðug. Ég get líka leita eftir nöfnum hérna. Ég þarf ekki að skrifa heilt orð, ég þarf bara að skrifa inn byrjunarorði og þá fæ ég upp svona hugmyndir að leitarorði. Segjum að ég ætla að leita eftir Kjarval innan Borgarsögusafns og þá fæ ég upp einhverja niðurstöður. En segjum að ég vilji leita að einhverju mun nánar, þá þarf ég að opna hérna nánari leit og ég mæli eindregið með því að fólk kynni sér hana mjög vel af því að hún mjög öflug. Við erum búin að setja inn í vistuðu leitina svona tillögur að leitarskilyrðum en hver og einn getur líka gert vistaða leit sjálfur ef að þið alltaf að leita að sömu reitunum, að þá það hægt. Hér erum við búin að setja inn til dæmis að leita eftir safnnúmeri, aðfangategund, aldri, efnisorði, nafnaskrá, titli, staðaskrá, en svo getur maður endalaust bætt við hér og maður þarf alls ekki að fylla út í þetta allt. Eins og segjum að ég vilji núna bara fá aðfangategundina munir, þá smelli ég bara það hér. En ég get líka sagt að ég vilji fá muni og aðra aðfangategund og það það sama. Ég byrja að skrifa orð og þá fæ ég upp tillögur að leitaskilyrðum. Í reitnum hér vel ég líka. Ég get sagt aðfangategund jafnt og eða ekki jafnt og. Ef ég vil bara útiloka til dæmis að sjá þjóðhætti eða eitthvað slíkt, þá get ég sagt jafngildir ekki þjóðháttum. En núna ætla ég að velja aðfangategund jafnt og munir og aðfangategund jafnt og ljósmynd. Þá sjáið þið hér að samtalsniðurstöður eru orðnar 0. Það af því að ég með aðfangategund jafnt og munir og ljósmynd sem ekki hægt. Þess vegna þarf ég að breyta þessu hérna í eða. Þannig að ég að leita að munir eða ljósmyndir. Svo segjum við að við ætlum að leita að mun eða ljósmynd, þar sem að efnisorðið jafnt og kona. Þá fæ ég upp allskyns leitartillögur, en ég ætla að segja kona hér. Þá fæ ég upp hérna 50, skoðum hvernig þetta lítur út með því að smella hérna OK. Þá fæ ég leitaniðurstöðurnar mínar hér og ég get líka eins og áður leitað eða skoðað í töflusýn eða myndasýn eftir hvað við á. En segjum að ég vilji þrengja þessa leit ennþá meira. Ég vil sem sagt fá mynd af konum en ekki þar sem að barn. Þá opna ég aftur nánari leit og þá ætla ég að setja nýtt skilyrði hér, efnisorð, jafngildir ekki barn. Þá ætti þessi tala að breytast hér, hún ætti að minnka eitthvað. Nú fæ ég upp 37 leitaniðurstöður, þannig að ég fæ engar niðurstöðu þar sem að barn hefur verið skráð sem efnisorð ásamt konum. Ef við skoðum það núna hérna í myndasýn, þá þær 37.
En hér inn í þessa leit er hægt að setja allskyns endalaust af reytum inn. Segjum til dæmis að mig langi núna bara í einhverja gripi sem eru frá kannski 1800. Setjum bara eitthvað svona inn og sjáum hvað gerist. Og þá eru niðurstöðurnar orðnar 16. Þannig að við getum kíkt aftur á þær með því að smella OK. Þá sjáum við hérna aldur tímabil. Að þá er hún bara að gefa mér upp leita niðurstöður þar sem að þetta tímabil sem ég sett inn á við.